Við ætlum að halda áfram með verkefni 1 og hérna er svona smá to-do listi sem við ætlum að fara yfir. Við ætlum að fara núna yfir þetta hérna í þessu fyrsta kasti áður en við tökum okkur pásu og svo aðeins yfir test og síðan sjáum við hvað fylgir. En dist og generate, af hverju þessi struktúr? Sko, það sem við erum í raun að gera hérna er að búa til svona lítið forrit sem að byggir á hugmyndum sem eru oft í þessum svona stærri frameworkum sem við erum að fara að vinna með. Og það er einhver kóður sem við búum til, hann keyrir annarkvort á einhverjum build-tíma og býr til einhverja artefakta eins og við erum að gera hér. Þannig að það er þetta generate, við erum í raun að sækja ykkur gögn, við erum að eiga eitthvað við þau og skrifa þau út. Og það, hérna erum við að eiga við gögnin, það er þessar spurningar, við erum að þátta þær yfir eitthvað ákveðið format, við erum að búa til eitthvað HTML og við erum að skrifa það út. Ef við erum til dæmis að nota Next.js sem er framework sem við munum nota og verður til dæmis í verkefni 4 og 5 hjá okkur, ef við munum nota það, að þar erum við að skrifa webforrit sem ætlar að birta einhvern vef og við ætlum að búa til static útgáfu af honum sem þýðir þá allar síðurnar sem við erum búin að búa til fyrir vefin okkar sem getur verið forsíða, verkefnið, listi af einhverju og eitt stakt eitthvað. Að þá förum við í gegnum allar þær síður, skrifum þær niður á disk og gefum þær út. Að þá er allt þessi generate virkni, hún er falin af Next. Og þá er Next bara með eitthvað sem heitir bara Next build og það keyrir þetta. Þannig að við erum bara aðeins að prófa okkur áfram og sjá aðeins hvað þetta er og nota þetta líka sem dæmi það hvernig við skrifum og hvernig við vinnum með gögn á bakendanum en ekki á framhendanum til þess að fá svona NASA-þefin af þessu. Af því að þessar pælingar, þetta build-skref er eitthvað sem er bara mjög oft. Og ef þið tókuð webforritun 1 í fyrra eða hitt í fyrra, þá voru að nota Vite og Vite er með til dæmis sitt eigið build-skref. Og þá er það að ég er búinn að setja upp CSS Modules pluginið í Vite og ég er búinn að skrifa eitthvað í CSS Modules og CSS Modules er eitthvað sem við getum ekki gefið út beint út af því að SCSS-skrár sem við skrifum eru ekki CSS-skrár, það eru supersetaðum, það eru með virkni sem að virka ekki í vöfrum. Að þá þurfum við að builda það, við þurfum að taka þetta SCSS og skrifa það yfir, varpa því yfir í CSS-skrá. Þannig að við erum að bara gera það sama hér, bara fyrir eitthvað CSV-skrá og þetta getur verið síðan fyrir eitthvað HTML sem við erum að vinna með, sem við ætlum líka búa til í þessu generate falli hérna. Þannig að þetta er bara tilfallandi að við séum að nota þetta. Þetta nákvæmlega að lesa þessar spurningar en pælingin er samt svo að við erum með einhvern forritskóða, hann keyrir, hann býr eitthvað til og við birtum það sem hann býr til. Þannig þetta er bara, við erum eins og við séum með svona compiler. Þetta er í raun compile, þetta er svona make skref, þetta er build skref, þetta er eitthvað sem að gerir þetta. Já, svarar þetta spurningunni einhver leiti? Já, generate er þá eitthvað sem að keyrir á bakendanum að því leiti að þessi kóði hér að tala við að lesa upp af disk og eitthvað svona, það gerist bara í bakenda eða á vélinni minni hérna. Þannig að það er kannski gott að taka í samfloti við þetta, þegar við eigum hérna nokkra mínútur, hvernig er þetta sett upp á Netlify? Af því að við erum í raun með nóg til þess að geta sett þetta hérna, þó svo þetta sé ekki fullkomin birting á því sem við erum að gera, en við getum svona séð þetta gerast á Netlify líka. Þannig að ef ég fer yfir á Netlify og þá ef að þið eigið aðgang, þá ef að þið voruð í hérna webforritun 1, þá ættu þið að eiga ennþá aðgang. Ég nota bara GitHub, þannig að ég ætla að gera bara login með GitHub. Ég er runnin út hérna, þannig að ég þarf að setja inn two-factor authentication. Ég mæli mjög mikið með að þið gerir það almennt fyrir allt sem að býður upp á það. Setjum við hérna á svona og þá bara kem ég inn og hérna er ég bara með einhver verkefni og hérna er bara seinast þegar ég var að gera eitthvað var fyrir verkefni 6 í webforritun 1 núna í fyrra og ef þið eru að koma þessu alveg tómu þá fáið þið svona empty state hérna þar sem er eitthvað svona í miðjunni stendur eitthvað svona hey, settu upp fyrsta verkefnið þitt
og eins og við gerðum þetta í Webfortune 1 þá vorum við að gera hérna deploy manually sem var þá í raun við vorum buildskrefið, við vorum bara að taka einhverja hugmyndir eitthvað og skrifa HTML-ið beint og það náttúrulega skalast ekki rosalega vel eða þú veist það er kannski ekki alveg svona íþósun í tölvufræði þá viljum við bara svona offloadum eins mikið að vinna við getum á tölvunar og þá getur það verið eins og ég er með buildskref fyrir hérna þegar ég er að vinna glærur, þegar ég gerir glærur ég skrifa allir í Markdown svo er ég með buildskref sem varpar þeim yfir í Slide.js frameworkið sem er þess að búa til slætur en ég ætla ekki að fara að búa til hverja slætu í því frameworki ég bara skrifa Markdown og bjóð til buildskref sem að gera þetta sjálfkrafa fyrir mig þannig ég ætla bara að skrifa það ferli einu sinni og svo bara nýti ég það aftur og aftur og aftur fyrir alla það slætur sem ég bý til en við ætlum núna að gera import an existing project og núna ef að þið væri búin að afrita þetta repo yfir á ykkar hérna notanda þá geti ég gert þetta ég mun örugglega lenda í núna í vandræðum þannig að ég ætla að gera slíkt í sama hérna þannig að ég ætla að taka þetta aftur ég ætla að halda áfram að vinna í þessu þannig að nú ætla ég bara að klóna það aftur alveg óháð því sem ég var með hérna þannig að ég ætla að fara aftur og ég ætla að fara á desktop og ég ætla að búa til eitthvað sem heitir temp þið myndi þá vera með þetta sem þú veist Webfortune 2 í einhverjum folder hjá ykkur og ég ætla að gera git clone frá Webfortune út af því að Netlify leyfir mér ekki að deploya nema ég borgi út af því að Webfortune er organization en ef ég seti þetta yfir á mig sem er einstaklingsaccount þá er það í lagi eins og ykkar account er þannig að ég ætla að segja hérna git remote og þá sé ég, nei, úps, ég ætla eftir að fara inn í þetta git remote, þá er þetta hérna ennþá á móti Webfortune og nú vil ég að þetta verði OSK sem er notandinn minn þannig að ég ætla að segja git remote remove origin þá dettur það út þannig að núna á þetta repo það er bara eitt í heiminum þá sér ekkert upstream ég ætla að fara inn í hérna og ég ætla að fara yfir á bara svona og hoppa yfir á mig hérna, nú er loggaður inn þannig að það ætla að fara í repositories hér og ég ætla ekki að single signa mig hérna svona og ég ætla að gera nýtt hérna sem ætla að vera ég er með aðgang á nokkrum hérna og ég ætla að segja vef 1 2020 nei vef 2 2026 vaf 1 ok ég ætla að gera það bara public og ok, fínt, ég ætla ekki að gera neitt hér og þá lendi ég vandræðum ef ég reyna að pússa frá mér ef ég segi eitthvað template hérna eða segi búið til gitignore skrá fyrir mig þá mun það klassa við það þegar ég bæti við repoinu sem ég ætla að pússa þannig ég veit bara að þetta sé tómt repo býð það til fæ þá hérna þetta sem að bæti við remote-inu yfir á þetta remote set það inn hérna geri git push origin main sem þeir taktu þetta repo sem er hérna á tölunum minni tengdu þetta branch þetta main branch við origin main branchið þannig að þá verður til tenging þarna milli ok, og segja hérna branch main set up to track origin main þannig að núna er nú veit mitt copy af git repoinu hvar upstream copyið er og hvað branch ég er að tracka þar en nú fyrir hérna að reloada hér og ég er með þetta þannig að hérna gæti ég núna hreinsa út readmeið og sett mitt eigið readme sem er hérna er Óli að leysa þetta verkefni eitthvað en þá get ég farið hér og aftur við Netlify og tengt við GitHub þá segir hún hérna ég hef gefið leyfi til þess að Netlify megi nota GitHub accountið minn til þess að lesa repoin mín og þegar þið gerir fyrsta skipti þá bara gerið þið það þá get ég farið hérna og leitað vef 2 2026 vaf 1 og finnum það og þá kemur hérna þetta ætlar að vera vef 2 2026 vaf 1 enginn búinn að taka og þá farum hérna og hérna kemur svo build settings og þá er ég núna að fara að segja að núna ætla ég, það er bara eitt branch ég geti verið með mörg branch ef ég var í einhver tími eitthvað það er bara fínt base directory, bara hvaðan á að gera allt það sem ég er að fara að skilgreina hérna við ætlum bara að velja að þú ert að gera það úr rótinni þannig að það er bara að gera það úr þessari hérna möppu ok, build command þannig hérna set ég npm run build þannig að þá er það
í samræmi við þetta. Þannig að þá segi ég Netlify, þegar þú ætlar að búa til útgáfu af þessum vef, þá keyrir þú þessa hérna skriftu til þess að búa til útgáfu af vefnum. Og svo publish directory, og þar ætla ég að setja dist, og svo eitthvað functions directory, það ef við viljum búa til einhverjum svona lambda functions, en við erum ekkert að gera það, þannig að það setjum ekkert þar. Þannig að hérna, npm run build og dist. Ok, ef ég myndi hafa þetta tómt, hvað myndi þá gerast? Nei, ég myndi ekki búa til nýja möppu. Hvaða möppu myndi hún nota? Já, bara rótar möppuna. Þannig að þá myndum við segja í Netlify, þegar þú ert búin að keyra build, þá áttu að taka allt sem í þessari hérna möppu og gefa það út. Og þá erum við að gefa út hérna, CSV skrána alla, og þá erum við að gefa út package.json skrána okkar og package.log skrána okkar og hluti sem eru partur af forritinu okkar, ekki því sem við ætlum að gefa út. Þegar það er aðskilið. Þetta er svona, þið eru með Java-skrár og svo kompælega það yfir í jar-skrá sem inniheldur það sem á að keyra. Þið gefið ekki út source-kóðun okkar, þið gefið út kompælaðan kóðun okkar. Og hér erum við bara mjög sambærilega að gefa út einhvern artefakt sem í raun bara það sem að koma út úr build-ferlinu okkar. Og þess vegna segjum við ætlum ekki að gefa neitt af þessu út. Þetta er bara eitthvað sem að við höldum þetta okkur. Heldur ætlum að gefa út það sem að verður til í dist-möppunni. Svo ef við værum hérna með einhverjar breytur, þar sem við þyrftum að stilla eitthvað af, við ætlum að kalla í einhverja vefþjónustu, við ætlum að vera með eitthvað authentication þar en þá getum við stillt það. En við ætlum bara að segja að þetta er flott og við ætlum að segja deploy. Þannig að það sem gerist núna er að Netlify fer, og það er með aðgang að Git, það er með aðgang að þessum stillingum sem við sögum og það segir bara fail. Og þá sjáum við bara building failed og þá förum við og skoðum hérna og hvað gerðist. Það er eitthvað óheyrilega mikið. Open dist saga html. Ok. Þannig hér er eitthvað skrítið. Þetta er að feila, þannig að nú skulum við setja bara nýtt verkefni á okkur hérna að laga build. Það kemur hérna. Já, það er einmitt, það er eitthvað ólægi hjá mér og þá er einmitt bara flott tækifæri til að skoða hérna, laga, build og svo setja upp á Netlify. Ok, þannig að, vistu þetta. En ef við skoðum samt hérna aðeins hvað gerist fyrst, er að Netlify fer og segir, hún segir git clone og hún klónar bara repoið alveg eins og ég gerði. Þannig að GitHub Netlify tekur afrit af repoinu, setur það upp einhver staðar í þessu build ferli hjá Netlify og segir það bara eitthvað, já, ég ætla að installa dependencies og þá segir hún hérna, ok, now using node 22 og við erum notað 24, kannski það eitthvað issue, við þurfum að skoða og svo segir hún hérna unsupported engine, ok, ég veit ekki, current node, já, ok, hún allavega hélt áfram, npm packages installed, successfully installed dependencies, þannig að hún klárar að gera það sem við gerum. Við klónum og við kerum npm install. Netlify gerir slíkt það sama. Svo fór það í build og þá segir hún bara Netlify build, þá segir hún ok, þetta er directoryin og hún keyrir build kommandið okkar, það byrjar en eitthvað klikkar. Þannig við ætlum að sjá hvort að við getum leyst þetta eftir að við erum búin að taka okkur svona 10 mínútna pásu og byrjum eftir svona 5 mínútur í.